Halldór Ásgrímsson, fyrrverandi forsætisráðherra og formaður Framsóknarflokksins, hefur lítið tjáð sig á opinberum vettvangi síðan fyrir bankahrun. Nafn Halldórs, sem var forsætisráðherra fram á mitt ár 2006, kemur við sögu í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis og þá einkum í tengslum við einkavæðingu bankanna. Þar er fullyrt að Halldór og Davíð Oddsson hafi handvalið kaupendur að bönkunum tveimur. Ríkisstjórn Halldórs og Davíðs er auk þess gagnrýnd fyrir hagstjórnarmistök í aðdraganda hrunsins og ekki síður fyrir að hafa ekki staðið nægilega vel við bakið á eftirlitsstofnunum. Og Helgi Seljan ræddi við Halldór Ásgrímsson í vikunni þessi mál og fleiri. Ég hef nú svona farið í gegnum hana og mér finnst hún nú svona mjög fróðleg og góð. Ég held að það sé mjög mikilvægt að þessi skýrsla hafi verið samin og það séu þar margar vísbendingar sem mann geti lært af. Það verða alltaf einhver mistök og stundum mikil mistök og það er mikilvægt að menn læri af þessari reynslu og geri þetta mál upp. Því að það liggur á að komast í það að hugsa framtíðina. Þú talar stór og hugsanlega mikil mistök og annað. Ertu á því að þú eigir þátt í eitthvað af þessum mistökum? Ég hef gert mistök eins og aðrir á minni lífsleið. Við verðum hins vegar að hafa það í huga að þegar við líta þessi mál, að allar ákvarðanir sem teknar eru, það eru teknar út frá þeim forsendum sem menn hafa á þeim tíma. Ég var til dæmis alltaf þeirra skoðunar með réttu eða röngu að það væri mikilvægt að fá erlendan banka inn á íslenska markað. Og það var reynt, sérstaklega með sænskan banka. Það tókst ekki. Var það ekki bara einfaldlega því að það var klaufalegað í staðið á íslensku stjórnvöldum? Ég hugsa að það sé að einhverju leyti rétt. Og það kom nú upp meðal annars heilmikil þjóðerniskennd í því sambandi að það væri nú ekki rétt að hleypa útlendingum í okkar þjóðarbanka og svo framvegis. Og ég er ekki í neinum vafa það að það hefði verið miklu betra ef að þetta hefði tekist. Það liggur líka alveg ljóst fyrir að þarna í ársbyrjun 2006 eða fyrirhluta árs 2006 þá voru umræður það að íslenska bankakerfi væri orðið mjög stórt og það þyrfti að gá að sér í því sambandi. Það var sett af stað nefnd eða starfshópur milli aðila til þess að fylgjast með því. Þar með menn sáu hættuna og það má kannski segja eftir á að hyggja að þá hefði menn átt að gera meira strax í því sambandi. Því er hann gefið undir fótinn mjög sterklega í skýrslunni og það er svo sem stutt með bæði vitnisburði Steingríms Ara Arasonar og að vissuleyti Valgerðar Sverrisdóttur líka að það hafi verið handvaldir kaupendur að bönkum. Nei, það er algjör misskilningur að vísu segir Steingrímur Ari að hann hafi haft einhver ákveðna hluti á tilfinningunni. Valgerður segir það líka. Hún segir að hún hafi haft það á tilfinningunni og var þá talað Davíð Oddsson. Sko það liggur fyrir að það voru aðeins 3 aðilar sem voru með tilboð í bankana það sem voru talin tilboð sem væri rétt að fjalla og þá voru settar upp reglur og eftir þessum reglum var farið og ef maður lítur á þetta að þá má segja að það komi upp eitt álitamál ef að verð hefði eingöngu ráðið þá hefði raunverulega Samson ekki verið rétti kaupandinn heldur kaldbakur. Þetta sá maður á sínum tíma. Hins vegar var ráðið alþjóðlegt fjármálafyrirtæki til þess að leggja á ráðunum það hvernig þetta skyldi metið og þeir höfðu viðmið af alþjóðlegum reglum eftir því var farið og þeirra dómur var ráðandi það hvaða tilboðum var tekið. Hvers vegna heldur að Steingrímur Ari haldi því fram að það hefði verið handvaldir kaupendur af bönkunum? Ég geri mér ekki grein fyrir því. Ég hef spurst fyrir það hvort að hann hafi rætt þetta mikið í nefndinni, einkavæðingarnefndinni. Mér er sagt að hann hef ekki gert það. Ég hef aldrei rætt þetta mál við hann, en það er greinilegt að þarna hefur orðið eitthvað uppgjör sem að ég þekki ekki. Og hvers konar uppgjör heldur þau? Já, það hefur væntanlega verið þá milli hans og ráðherra Sjálfstæðisflokksins. Ég átti aldrei neins samtöl við hann.
En það nú líka gagnrýnt, bursið frá því hvað þú segir, að reglunum hafi ekkert verið fylgt í gegn. Það hafi verið veittar, verðist eins og það hafi verið, kríteríunum val á kaupendum hafi verið breytt. Það er líka talað að S-hópurinn hafi fengið óeðlilega langan frest til þess að leiða fram alþjóðlega virta erlenda fjármálastofnun eins og var talað Svo það er ýmislegt sem er í raun og veru, hrekur þessas fullyrðingu þín að reglunum hafi verið fylgt í gegn. Það finnst mér ekki. Ég meina, auðvitað koma alltaf upp einhverjar aðstæður, en það var mat þessa aðila sem lá til grundvallar þessari ákvörðun. Það veit ég og það man ég og það hefur hvergi verið rakið. Síðan getur verið að menn hafi haft einhverja tilfinningu fyrir einhverju, en menn verða fyrst og fremst að líta til staðreinda í þessu máli, og það var aldrei nokkurt samtal milli mín og Davíðs Oddssonar í þá veru að blanda okkur inn í það mat. En bara það að þetta ráðgjafafyrirtæki hafi verið í samskiptum við starfsmann einkavæðingarnefndar og boðist til að breyta því hvernig var staðið að valinu og laga það að þér virðist að boðin út. Þetta er bara eitthvað sem ég bara hvort ég veit eða hef nokkuð tímann heyrt Ég trúi því nú ekki að virt alþjóðlegt fjármálafyrirtæki segja að það sé hægt að breyta þessu eitthvað sitt á hvað. En þetta er eitthvað sem ég hafði aldrei heyrt og haft vitneskju um. Þarna var ákveðið að þeir eru báðir seldir í einu bankanir, sem er gagnrýnt. Það er líka gagnrýnt að það hefur verið ákveðið að selja til stóra hlutaðum til fárra aðila og svo er raun og veru gagnrýnt að það hefur verið selt til þessar aðila. Ertu ekki sammála því? Sko, ég er nú ekki alveg sammála þessu sem þú ert að segja allt hafi verið gagnrýnt. Ég meina, þegar að framkvæmdabankinn var seldur á sínum tíma sem fór síðan inn í Íslandsbanka, þá var farin svo leið að selja hann í mjög dreifðri eignaraðild. Það sem gerðist var það að þessir eignarhlutir söfnuðust saman á færri hendur og það myndaðist einhver meirihluti. Og það var eindregin ráðgjöf þessara aðila sem voru til ráðgjafir í þessu að gera þetta ekki með þessum hætti. Vegna þess að þetta myndi fara á færri hendur hvort þið er. Voru það ekki mistök eftir að hyggja saman? Ég held að það hefði gerst hvort þið var. Vegna þess að það myndast alltaf einhver meirihluti í öllum fyrirtækjum. Það myndaðist meirihluti í Íslandsbanka og hann gekk kaupum og sölum. Og samkvæmt reglum sem gilda þessi mál, þá er ekki hægt að setja þá reglu að engin einn aðili megi til dæmis eiga meira en 1% eða 2% í fyrirtæki. Það er gagnrýnt í skýrslunni að þarna hafi verið lagðar línurnar og þarna strax hafi hafist þessi atburðarás sem síðan leiddi til þess að lokum að þessi stóru eigendur voru orðnir stærstu lántakendur í bönkunum og söguðu á allir það. Þú verður að ganga út frá þeim ramma sem menn vinna innan. Ég meina, menn að vinna innan regluverk sem við höfum samþykkt á Evrópska efnahagssvæðinu. Við getum ekki sett allt í einu þá reglu miðað við þau lög sem við höfum yfirtekið. Telurðu þá að það hafi ekki verið rangt að selja bankana eins og það voru seldir og með þessum hætti? Ég bara segi að það var gert miðað við þær forsendur sem þá voru, samkvæmt þeim reglum sem þá voru, og ég tel að það hafi verið. Þið settu þessar reglur líka, Halldór? Við settum þær náttúrulega á grundvelli þeirra laga og reglna sem við störfuðum undir og þeirra reynslu sem við höfum öðlast í sambandi við aðrar sölur sem byrjuðu þarna á árunum 91 til 94 þegar ég minnist á útvegsbankann. Það voru ekki mistöku einkavæða bankana. Hins vegar hefðum við allir óskað eftir því að þeir sem eignuðust þessa banka að þeir hefðu farið betur með það vald sem þeir fengu og það hefði verið betra eftirlit með því. Þannig að þetta vald sem þú færið þeim, það voru mistök að gera það. Þú ert að segja það. Ég er ekki að segja að það hafi verið mistök að selja bankana. Nei, hverjum þú seldir bankana? Hverjum ég seldi? Ég meina þeir voru seldir eftir ákveðnum reglum. Sem að breytt í miðju ferli. Það er bara rangt hjá þér. Það er sagt í stað. Það er bara rangt hjá þér. Nei, þetta er ekki rangt. Það kemur fram í skýrslunni að því var breytt í meginatriðum og það voru ekki allir við saman bótt. Það er nú ósköp leiðilegt að vera í þessu stakli. Það liggur fyrir að það voru 3 aðilar sem voru taldir hæfir til þess að kaupa bankan í þessu ferli.
Nú, þú getur út af fyrir sig sagt sem svo að þessar reglur hefði átt að vera öðruvísi. Þannig að verðið réði engu. Hefðu þið ekki átt að halda ykkur við reglurnar sem þið byrjuðu á í upphafi? Snýst þetta ekki frekar það? Það lá fyrir að það var ákveðin aðili, fjármálafyrirtæki, sérfræðingur, valinn í þessu sambandi og það var farið að hans ráðum. En hinn pólitíska ábyrgð er hjá ykkur? Já, en það var farið að hans ráðum og okkar pólitíska ábyrgð liggur meðal annars í því að hafa farið að þeim ráðum. Ég tel að við höfum gert það samkvæmt bestu samvisku. En heldur að þeir hafi þá farið illa með þessi völd sem þið farið þessir HSBC-menn sem að til dæmis er vitnað til í skýrslunni og þeirra hlutar í því? Það get ég ekki sagt, en ég sagði þér það áðan að við höfum lært af þessu að það væri betra að leggja verðið meira til grundvallar og það var gert í sambandi við Síma. Valgerður upplýsir daginn og það kemur fram í skýrslunni að það hefur bara komið fram einhverjum degi fyrir undirskrift á sölun á Búnaðarbankanum hver þessi erlenda fjármálastofnun var sem var að kaupa hann með S-hópnum. Hvenær fréttir þú að því að þessi banki er með? Manstu það? Nei, ég man það nú ekki. Ég hef bara lesið þetta í skýrslunni og ég man ekki eftir neitt sérstakri umræðu um það. En finnst þér þetta vera til vitnis vöndu vinnubrögð við sölun á þessum bönkum? Já, það var náttúrulega ljóst að það var lögð á þá áherslu að það væri erlendur aðili með og þessi banki kom inn í það og það var talinn kostur ef að þeir aðilar sem að kæmi að þessu væru með slíka erlend samskipti eða erlend tengsl. En var þá ekki fyrst og fremst að tala um Société Générale sem er miklu öflugri bankastofnun og allt öðruvísi heldur en þessi litli banki? Það var nú það sem menn voru að vona, en hins vegar var það nú aldrei skilyrði fyrir sölunni að það væri samstarfið erlendan banka. Kaldbaki var hafnað á þeirri forsöndu að þeir var ekki með virta erlenda fjármálastofnun innan sinna raða. Svo kemur í ljós þessi banki. Kaldbak var náttúrulega ekki bara hafnað á þeirri forsöndu. Ólafur Davíðsson gaf þá skýringu samkvæmt því sem kemur fram í skýrslunni. Já, ég þekki það ekki, en Kaldbaki var náttúrulega fyrst og fremst hafnað á grundvelli þeirra einkunnagjafar sem að þarna var sett upp og ef þú lest töfluna sem ég hef farið yfir, að þá eru þeir neðstir í því sambandi, bæði af því að varða Landsbankann og Búnaðarbankann. Hins vegar hef ég sagt þér það áður að ef að verðið hefði engungur á því þá hefðu þeir verið hæstir að þér varðaði sölun á Landsbankann. Var ekki óhefnilegt að þetta væru aðilar nátengdir báðum þessum flokkum sem að keyptu þessa banka? Ég tel nú að þeir hafa ekki verið nátengdir eins og þú ert að segja. Finnur Ingólfsson var þá framkvæmdastjóri Vátryggingafélagsins. Nýhættur sem seðlabankastjóri og ráðherra Framsóknarflokksins? Já, ég meina það liggur fyrir, en af því að Ólafur Ólafsson er nú oftast nefndur í þessu sambandi, þá nefni ég hann. Finnur Ingólfsson, náttúrulega vit allir að var lengi og er ennþá sjálfsagt í Framsóknarflokknum. Menn geta náttúrulega ekki útilokað aðila að koma að íslensku viðskiptalífi og íslensku fjármálalífi vegna þess að þeir hafi einhver tíman tengst ákveðnum flokkum. Það verður náttúrulega að meta menn og fyrirtæki á þeim grundvelli sem þau starfa á. En þeir eru heldur ekki að hagnast á því, já? Nei, auðvitað ekki. En snýst ekki frekar spurningin um það hvort þeir hafi gert það? Ég veit ekki til þess að Finnur Ingólfsson hafi til dæmis hagnast á því persónulega. Þetta stýrist ekki hans persónu því að hann var að vinna á vegum ákveðins fyrirtækis. Þannig að þetta hefur ekki haft neitt að segja? Þetta hefur ekki neina áhrif á mig allavega. Nú hefur auðvitað verið gagnrýnt að bankarnir hafi farið fram með þeim hætti sem þið gerðu. Er það ekki bein afleiðing af því að þið ákváðuð að veita eins mikið frelsi eins og mögulegt var á þessu markaði? Stærsta ákvörðunin sem Íslendingar tóku á sínum tíma var aðildin að Evrópska efnahagssvæðinu. Það má náttúrulega segja að þar með vorum að ganga inn í meira frjálsræði. Ég er sannfærður að það var rétt að gera það og það frjálsræði sem þú ert að tala um, það byggir á þeirri stóru ákvörðun. Auðvitað bera pólitísk öfl á Íslandi á þeim tíma ábyrgð á því. Ég tel að það hefur verið réttar ákvarðanir og þeir sem sitja í ríkisstjórn núna bera jafnframt ábyrgð á því. En hvað með þessa opinberu stefnu ykkar sem er að finna margoft úr ríkisstjórnarsáttmálum sem þú áttir aðelda? Til dæmis það virðist að hafa verið einhver sérstakt umhugsunarefni að eftirlitsaðilar
væru ekki að íþyngja fyrirtækjum of. Þetta kemur margoft fram í stjórnarsáttmálum og stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar sem þið voru með. Að því að nú vitum við það að eftirlitsaðilar á Íslandi voru, og það segir einfaldlega í skýrslunni að sérstaklega á árunum 2002-2006 hafi til dæmis fjármálaeftirlitið verið langt aftur úr bönkunum í stærð og kraft. Það er nú alveg sama hvar þú ferði í heiminum, hvort sem hér í Danmörku og Norðurlöndunum eða Þýskalandi, að það hafa allir áhyggjur af því að eftirlitskerfið verði allt og mikið og óviðráðanlegt. Þannig að það er nú áhyggjuefni sem að því miður allir hafa, kannski. Það hefur ekki verið mikið áhyggjuefni á Íslandi með hvernig fór, veist það, kosti? Jú, auðvitað hefur það verið stundum áhyggjuefni, en að því að varðar þetta, þá náttúrulega liggur fyrir að fjármálaeftirlitið hefur ekki verið nógu öflugt, en við skulum líka muna það að sérhvert fyrirtæki er líka með sína endurskoðendur, og það er náttúrulega hlutur sem að menn bera líka traust til, að fyrirtæki hafi óháða endurskoðendur sem að sjá það að öllum reglum sé fylgt. Þannig að við erum með eftirlitskerfi, en það er náttúrulega ljóst að á síðustu stegum þessa máls þá hefur þetta eftirlitskerfi brugðist, það er rétt. Gengur menn ekki allt og skamt í að fylgjast með bönkunum? Er það ekki bara, það nú niðurstaða skýrslunar auk þess sem að það hlýtur að blasa við? Það liggur alveg ljóst fyrir að fjármálaeftirlitið hefur ekki ráðið við það sem að það þurfti að ráða við, og menn trúðu að það myndi ráða við. Það hefur verið staðfest. En var það ekki vegna þess að þið vilduð ekki að það væri íþyngjum of? Þið segið það margoft. Segjum við það? Já, í þessu stjórnarsáttmálum ykkar, þið talaðum að eftirlitsaðilar eigi ekki að íþyngja fyrirtækjum. Við séum þá sérstaklega að tala um bankana, nei, það er langt í frá. Þetta voru nú stærstu fyrirtækin á þeim tíma. Þetta er bara út í hött. Eftir á að hyggja held ég að það hafi ekki verið rétt að slíta fjármálaeftirlitið frá Seðlabankanum. Fjármálaeftirlitið var hluti af Seðlabankanum, menn lögðu mikla áherslu á það að fjármálaeftirlitið væri algjörlega sjálfstætt. Ég er ekki viss að það hafi verið rétt, og hafði svo sem enga sannfæringu fyrir því á sínum tíma að þetta var gert. Það er fleira sem kemur í þessari skýrslu sem að varðar þessar ríkisstjórnir sem þú sast í, til dæmis er hagstjórnin gagnrýnd. En það er nú einfaldlega sagt að það hafi verið ein af stærri hagstjórnarmistökunum á þeim tíma hafi verið að veita þessi 90% lán sem að var kosningalófar eitthvað Framsóknarmanna. Ég held að það hafi nú verið göfugt markmið að reyna að koma lánamálum í sambandi við íbúðarkaup í eitthvað sambarilegt horf og gerist og gengur í öllum öðrum Evrópulöndum. Ég meina, hér í Danmörku geta menn til dæmis tekið 95% lán, en á þeim tíma á Íslandi var unga fólkið að taka íbúðarlán, það var síðan að fjármagna þetta með yfirdráttarlánum og mjög dýrum lánum. Og þetta átt að gera í áföngum. Ég tel að það hafi verið rétta ákvörðun. Hins vegar liggur það fyrir að bankarnir fóru þarna í mikla samkeppni og sprengdu þetta í loft upp, og það lá fyrir að þeir vildu í reynd íbúðalánasjóð dauðan. En efnahagskerfi verður náttúrulega, það maður að horfa á það í samhengi. Það hefur til dæmis verið sagt að skattalækkanir hafi verið of miklar á þessum tíma. Það má náttúrulega líka halda því fram að ríkisútgjöld hafi verið of há. Ef ég lít á tölur ríkisfjármál á Íslandi á árunum 2005 til 2007, að þá var afgangur á ríkisfjármálunum svona það bil 5% af meðaltali, svona það bil 5% af þjóðartekjum, sem er mjög sambarilegt við það sem var hér á hinum Norðurlöndunum. Þannig að þetta er náttúrulega svo mynd sem að menn verða fyrst og fremst að hafa í huga. Svo verða menn líka að hafa það í huga í samhengi við skattamál. Ef menn ganga of langt í skattahækkunum, þá hefur það áhrif á tekjur samfélagsins, vegna þess að dregur úr því að menn vilji vinna og dregur úr því að fyrirtæki vilji vera í viðkomandi landi. Þannig allt þetta verður að skoðast í samhengi, en það er mjög erfitt að dæma hvern og einn hlut út af fyrir sig. En af því að það er talað að þetta hafi virkað svona, hreinlega eins og olía á eldi í þessari þenslu sem var, bæði þessar skattalækkanir og tímasetningin á þeim, sem að Geir Haarde tekur reynda líka undir með nefndinni, eins þessi hámarkslán hjá Íbúðalánasjóði sem þeir hækkuðu, sem að þeir segja hafi keyrt niður raunvexti sem eftir hafi aukið á vandræðin. Í því samhengi voru þetta þá ekki rangar ákvarðanir?
Ég að segja það að ríkisfjármál á Íslandi voru í góðu lagi á þessum tíma og afgangur á ríkisfjármálum með því hæsta sem að gerðist í Evrópu. Það er það sem er aðalega ráðandi í þessu efni. Hvort að það var rangt að fara út í þessi íbúðalána á sínum tíma, ég tel að það hafi verið rétt. Hins vegar tel ég að þarna hafi bankarnir gengið fram með mjög harkalegum hætti. Þeir fóru til dæmis upp í að lána 100% og við reyndum að stoppa það af, tókst það að nokkru leyti. Þetta var gert í áföngum og átt að gera þetta í fleiri áföngum en áfangarnir urðu færri vegna þess að bankarnir komu þarna inn með mjög kröftugum hætti. Það sáum við ekki fyrir. Finnst þér þú þurfa að biðja þjóðin eitthvað sérstaklega afsökunar á þínum störfum í aðdraganda þessa bankaruns, eitthvað varandi það? Nei, mér finnst það nú ekki neinu sérstöku. Ég hef gert þá hluti sem ég hef staðið á grundvelli þess sem ég best vissi og á grundvelli minna samvisku og ég get ekki gert betur. Nú hittir svona mál að menn eru náttúrulega alltaf að biðjast afsökunar á syndum sínum og það geri ég nú í kirkju sem kristinn maður. Því að kristin trú og kristin gildi hafa alltaf verið mér mikilvægt veganesti.